Já, komið sæl. Það hefur verið nokkuð kalt hjá okkur á landinu í dag, svona víðast hvar. Við fengum reyndar sumstaðar hita yfir frostmark og náði jafnvel 3-4 gráðum hér undir Eyjafjöllum og í Öræfum. En það hafði nú allt að gera með það að þar var alveg brakandi hnúkaþeyr og sterkir strengir og meðalvindur þar var að mælast á köflum yfir 20 metrum á sekúndu og hviðurnar þá en meira en svo. En það sem er nú svona ósakað allt saman er að við erum með mjög grappa og víðáttumikla lægð hér suður í hafi og hún hefur nú verið að styrkjast í dag, svo erum við með hæð hér yfir Grænlandi sem að teygja sig hér aðeins suður af hvarfi og við sjáum að á hreyfimyndinni að það er ekki svona mikla tilfærslur hvað varðar kerfin, lægðin verður bara dóla hér norðvestur af Írland á morgun en svona vindasvið hjá okkur verður svona aðeins norðanstæðara þegar líður á morgundaginn og það opnar á það herðir nú frekar á vindi heldur en hitt sérstaklega það á Suðausturlandi og það sem að við getum ekki vindstrengi af fjöllum. En kalt loft sem fyrr og svo sem ekkert sem er að breytast hvað það varðar til morgun sem við fáum þó hlýrra loft inn þegar líða tekur á komandi viku og við sjáum að þetta kalda loft er raunin að streyma hér langt til suðurs og jafnvel að sigla hér til Frakklands og Spánar eða Íberíuskagans og staðan hér klukkan 18 þá var nú afar þurrt í þessu, það var bara að mælast einhverjir 1 millimetrar á stöku stað norðan og austanlands en öðruleyti var þurrt og bjart veður víða land og það er ekki svo mikið sem að breytist hvað þetta varðar til morguns og oft en þó smá norðlægari heldur kannski meiri raki í svo norðausturhorninu þannig að það verður kannski aðeins meiri úrkoma í nótt og fram eftir degi á morgun en að öðru leyti bjart veður og svona verður staðan þá klukkan 15 á morgun reiknum með því að það verður nú frost svona víðast hvar þegar með vera skildi hér undir Eyjafjöllum og í Öræfum líkt og gerðist í dag. En þetta þrýstilin yfir landinu sérstaklega austan til og þar erum við að horfa upp á þess góðu vindstrengi sem standa þá af fjöllunum. En þetta mun svona smá saman róa sig þegar við komum fram á mánudag, loftþrýstingur mun að fara hækkandi, lægir hér fyrst vestan til á landinu og síðan með einnig fyrir austan. Klukkan 3 á 5 mánudaginn verður nú svo sem komið bara fínasta vetraveður víða land en þá svona dálítið norðvestangjóla hér á Suðausturlandi sem við nú degja drottnu sínum svona þegar hallar að kveldi en það er veikur hæðarhryggur sem þið verður að tegja sig inn á landið, hann smá saman gefur eftir fram á þriðjudag, það verður þá meira afgerandi suðvestlátt hjá okkur, dregur fyrir hér vestan til á landinu með lítilsháttar úrkomu á köflum en það sem meira er að við erum að sjá náttúrulega aftur rauðar hitatölur í kortinu sem að gætu jafnvel síðan meir tekt sig þó inn á austanvert landið en við erum að sjá svona 5-7 stigi hita hér norðvestan til úrkoman getur verið allt frá að vera að slita snjókoma í innsveitum og í rigningu þá úti við strönduna þetta er ekki mikil úrkoma en svo ætlar að koma lægðardrag hér yfir á miðvikudaginn á undan lægðardraginu suðvestlægátt og bætir jafnvel í úrkomuna en lægðardragið fer síðan yfir síðladags á miðvikudaginn og þá fáum við norðastrengi inn og þá kólnar mjög ört og fer að snjóa þá norðanvert landið. Meira það síðar en við sjáum hér í Evrópu þessi lægðir að stjórna veðrinu víða í vesturhluta álfunnar, rignir víða í Danmörku, Svíþjóð og Noregi á morgun. Þegar við komum hér til suðaustur, háþrýstisvæði, sólríkt, hitatölur orðnar svona nokkuð haustlegar allan getum við kallað þær. En förum síðan hér aftur til vesturs í átt að Íberíuskaga, þar eru nokkuð þéttar þrýstilínur og svona skýjað meira og minna allan í vesturhlutanum, bjartara í austurhlutanum. Á Kanaríum er suðurlega átt ríkjandi og jafnvel þrumuveður á Tenerife, annars ágætis veður. Og endur síðan í Norður-Ameríku það sem er háþrýstisvæði hér og sólríkt víða í suður og miðríkjum Bandaríkjanna en svona öllu óstöðugra út við vesturströndina. En skulum setja gott að vera í dag. Verið sæl.